Já, við ætlum að tala háskólan, Áslaug Arna, háskólaráðherra ásamt öðru. Hefur verið undanfarið rekið svolítið ákveðnan málflutning það að við þurfum að breyta stefnu háskólana, að það þurfum að gera þá skilvirkar og svona, en við þurfum líka þannig að fólk mennti sig til þeirra greina sem að atvinnulífið og samfélagið þarf helst á að halda, að fólk fari ekki inn í greinar sem eru óarðbærar. Og ég hefði kannski frjálslega farið með hjá mér, ég man ekki alveg hvað orðalagið Áslaug Arna notar, en það á þessum nótum. Til að ræða þetta hingað kominn háskólamaður Ingólfur Ásgeir Jóhannsson, sem prófessor á menntavísindasviði. Þetta velkominn. Takk fyrir. Þetta sem að Áslaug Arna að mæla fyrir svona sjónamið sem hafa verið heyrst. Þetta ekki eitthvað sem hún fann upp, heldur hún bara kannski sterkur málsvari fyrir þessi sjónamið. Kannt þú útskýra fyrir mér hvað það snýst? Ég held þetta snúist að það vanti fólk í heilbrigðisvísindi og vanti fólk í ýmsar til dæmis greinar í iðnaði og annað þess háttar. Okkur vantar líka fólk í menntakerfið út og það farið og að það hugsanlegt að það liggi þarna á baki að það séu þá óþarflega margir að velja sér hugvísindi og félagsvísindi sem að hafa ekki trygg störf eftir að námi loknu. Ég heldur reyndar að það alveg óhætt að styrkja ýmsar greinar í heilbrigðisvísindum til dæmis og einu greinum eins og við búum að tala í 20 árið eða meira? Já. Og það algjörlega óhætt, en það af engu að taka annar staðar í háskólunum. Og ég get tala svo sem út frá Háskóla Íslands sem langstærstur. Ég starfaði nú 15 ára skeið við Háskólann á Akureyri og þekki alveg ágætlega til þar líka. Og hann var bara mjög mikilvægur liður og eftir því sem að námsleiðum og fjölbreytnin þar jókst vil ég telja hann hafi orðið mikilvægur í samfélaginu þar. Og hann var alltaf mikilvægur og það verða 40 ára eftir 4 ár síðan hann var stofnaður. En hún talar svolítið ráðherrann eins og að eigi að beina peningunum þangað sem að þörfin mest fyrir starfsfólk, þá inn í þessa greinar sem að þú nefnir sem að vantar starfsfólk og líklega þá með því að draga úr framlögum til þeirra greina sem að hún og þeir sem eru fylgjandi þessari stefnu telja ekki eins nauðsynlegar eða arðbærar fyrir samfélagið. Ég vissi ekki betur en það hafði verið stefna stjórnvalda fyrir nokkrum árum þegar að fyrsta ríkisstjórn núverandi 3 flokka tók til starfa fyrir 2017-18 að þá hefði verið meiningin að við værum að nálgast meðaltala OECD-landa í fjármögnun háskóla. Við erum ekki komin þangað og ég veit ekki hversu miklu nær við erum komin og við erum ekki komin nálagt öðrum Norðurlöndum í þessari fjármögnun, þannig að ég sjálfur sér ekkert á móti því ef að viðbótin fer í einhverjar greinar, ef það ekki tekið frá öðrum greinum í háskólanum. Háskóli Íslands eini háskólinn með margar hugvísindagreinar og eini háskólinn með mjög margar greinar innan félagsvísinda og jafnvel innan menntavísinda, þannig að þannig eftir mjög litla slægjast til þess að flytja eitthvað annað ef að það annar borð meiningin sem að mér finnst nú frekar óljóst af þessu málflutningi hvort að það annar borð meiningin, því að það hefur líka verið skoðað reiknilíkan háskóla sem var held ég frá bara einhvern tíma upp úr aldamótum og hefur ekki mikið verið endurskoðað og félagsvísindagreinar og hugvísindagreinar þar sem að lítið verklegt nám. Þær bera líklega skarðan hlut frá borði í þessu reiknilíkani, en það getur vel verið öllum greinum finnist það og ég kannski ætla að leyfa mér þann lúksus hér að vera ekki að raunverulega metast hver á að fá mest hlutfallslega per nemanda. En þannig að vandi getur verið sá eða vantar að háskólarnir skili frá sér fólki í þessar atvinnugreinar, að það sé vanfjármögnun háskólans yfirleitt, frekar heldur en að það sé þannig að hugvísindi og félagsvísindi taki allan peningin. Þau taka ekki allan peningin og taka bara tiltölulega lítinn pening og ég man að ég hef heyrt í þessari umræðu að fólk fari í ódýrar greinar. Ef að fólk velur að fara í ódýrar greinar þar sem
ódýrar innan gæsalappa, þar sem að eru margir nemendur í sérstaklega fyrsta árs námskeiðum, þá vil ég í rauninni að einstaklingar fá að velja námið sitt sjálf. Það bara, finnst mér algjört lykilatriði og ég held að framþróun þjóðfélagsins ráðist af því að stjórnvöld á hverjum tíma með ekkert endilega langa sín fram á við, ekki alltaf, fara ekki að reyna að ráðskast með það. Ég vísu ekkert endilega svo mjög hræddur að það takist að ráðskast með það. Öðru leitin því ef þú ferð að borga hvatastyrki fyrir að fara í einhver aðra greina, þá má kalla það að ráðskast með, en það allavega ein leiðin ef að þeir penningar ekki teknir af einhverju sem vanfjármagnað í dag. En hún lýsir þessu sem svona vandamáli eins og að það sé, eins og kerfið núna, án afskipta. Hún talar það að nota fjármuni til þess að ýta háskólanum í því að leggja áherslu á það sem að hún telur vera mikilvægt og eflaust þetta fer rök fyrir því að svo sé. Að hún ætlar að beina peningunum til þess en þú segir að það getur verið þannig best að láta fólk bara ráða sjálft hvað það velur sér að læra. Já. Og þá þetta að spyrja, getum við séð eitthvað í sögunni að með því að hafa ekki afskiptað þessu, að þá verði niðurstaðan slæm. Við sitjum uppi með bara 2000 kynjafræðinga en engan hjúkrunarfræðing. Ég ætla að taka dæmi sem nú meir úr minni mínum heldur en rannsóknum að fyrir cirka 30 árum, eða nú rúm 30 ár síðan ég kom frá námi frá Bandaríkjunum, þá heyrði ég mikinn hneykslunnar tón yfir því að það væri verið með niðurgreidd námslán til fólks til að læra kvikmyndagerð af margvíslegu tagi. Og hvað sitjum við uppi með í dag? Kvikmyndaðina sem blómstandi grein. Er það ekki? Já. Og margan hátt bæði skaffar mikið fólki vinnu og líka viðvarandi landkynning. Já. Þannig að ég held að ef að minni mitt ekki algjörlega, svíkurum ekki algjörlega, þá hafði það kannski verið gott að einhverjir, ef einhverjur annar borð fengur námslán til þess að arna, ef þetta voru ekki bara sögur hagstæði námslán sem voru svo kannski ekki svo hagstæði og fólk kannski enn að borga. En þessi vandi sérstaklega á Íslandi eða þetta víðar? Við konumstu sögu úr austrinu, til dæmis Angela Merkel, hún fór og lærði efnafræði vegna þess að það var bara kvótinn búinn í því sem að hana langaði til að læra og þess vegna fór hún í efnafræði því það var bara eina sem verið boðið að því að þýska alþjóðlýðveldið vantaði efnafræðinga. Þurfum við að fara til þessa tíma og þessa landsvæðis til þess að sjá svona það sem að stjórnvöldi eru að búa til 5 ára áætlanir útskrift nemenda? Ég ekki hlindur því að gera það og ég held að háskólarnir og aðrir aðilar þurfi rauninni kannski meira að finna út. Ég vil nefna dæmi af menntavísindasviði og ég held að hafi verið undirbúið í kennaraháskólanum að stofna svo kallað alþjóðlegt nám í menntunarfræðum, International Studies in Education enska nafnið sem eingöngu kennt á ensku bæði til BA og MA prófs og meðal annars sækir þetta nám hópur fólk sem búsettur hér og hefur ensku að aðalmáli eða hefur ekki íslensku að nægilega vel á valdi sínu til þess að stunda náma á íslensku og við fáum líka fólk sem flytur til landsins og líka fólk sem hefur valda á íslensku til að stunda nám af þessu tagi. Þannig að þetta svona þeim dæmum sprota sem að framsýnt fólk gat gert innan kennaraháskólans og svo Háskóla Íslands og látið þetta nám halda áfram og blómstra og það ýmislegt annað sem hefur gert innan háskólan sem að bara af hennu nýtt og af hennu góð og mikilvægt. Við erum með í deildinni hjá mér, deild menntun og margbreytileika til að mynda nám sem kallast foreldrafræðsla og uppeldisráðgjöf tiltölulega nýlegt og búið að brautskrá 20 manns með sérhæfingu í þessu sem að við erum svona að horfa, við erum að fara að vinna með þessu fólki meiri í það hvernig það getur gert meira gagn með þessari þekkingu inn í samfélaginu og hvort það muni fá starfsréttindi og það bara þróunarstarf og þetta verður til innan háskólans reyndar í samstarfi við Minnesota háskóla þannig að samstarfið háskóla annar staðar mjög frjósamur farvegur fyrir alls konar nám. Þannig erum við að tala einhverju leiti hagnýta grein en ekki grein eins og ég stundaði sem var sagnfræði sem var einhverju leiti eina af þessum hugvísindagreinum sem kannski á að leggja af, ég veit það ekki. Ég
hafði alltaf í bakhöndin að ég ætlaði að verða kennari líka og lærið uppelds- og kennslufræði með. Þannig að ég var svona með hagnýtan vinkíla á sakfræðin á sínum tíma og fór svo yfir í önnur fræði. En ég stend alltaf með fólkinu sem velur þjóðfræði og listfræði og mannfræði. Þú getur bara talið upp allar greina, þú nefndir 200 kynjafræðinga. Já, ég alveg til í að taka þátt í að mennta þá. Ég sagði 2000. Þú sagði 2000, já. Herðu, en ég alveg til í það líka, bara kannski 1850 ef við semjum. Já. Herðu, þú ert að segja að háskólinn sé fullfær að þróa nám í takt við væntinganemendana, í takt við þarfir samfélagsins og í takt við það sem að gerist erlendis, það sem að háskólinn tengdur erlendum háskólum og dregur til sín reynslu og þekkingu þaðan, að það er best á því að háskólinn myndi móta námsframbúðið. Ég tel að það sé mjög mikilvægt og það er reyndar, ef ég skil rétt, bundið í lögum háskóla að háskólanir hafa síðasta orðið það hvernig nám skipulagt og að eins og til dæmis það hafi verið flutt nám eins og lögreglufræði yfir í háskóla en háskólinn á ekki að gera þetta án samtals við samfélagið þannig að háskólinn getur farið í þarfagreining út í samfélaginu og það getur komið aðilar úr samfélaginu og beðið háskólan að móta námsleið og vísu þá oft þannig að ef stjórnmálamenn þá vilja þetta gera strax og á nokkrum mánuðum þar sem háskólinn myndi kannski vilja taka 1 til 1,5 ári að móta það og þróa það þannig að fleiri geti komið að ákvarðanaferlinu mótun þessa náms. Þannig að að ég tel að háskólanir séu fullfærir þetta en ég vil ekkit endilega þeir gera þetta í fullkomnum fílabeinsturni, ég heldur. Og það held ég ég veit ekki hvort... En er háskólanir fílabeinsturn? Ég tel að þeir séu það ekki í dag og ég tel að við séum líka innan háskólan að við viljum vera í samtali við samfélagið og það er bara margt gert í háskólanum og það er ýmislegt gert til þess að hvetja okkur til þess. Mér fílabeinsturns líkingin alltaf alveg rosalega skemmtileg líking að tala vegna þess að hún það er líka mikilvægt út frá hlutverki háskóla, við tökum lýðræðis og samfélagshlutverk háskóla, að háskólanir hafi stundum einhvern frið til þess að vinna verkin, en aftur ég vil að við gerum þetta í samtali við samfélagið og hlustum á hugmyndir til dæmis hvort það þurfum að móta einhverja nýja anga út úr einhverju nám og þetta verður gert í stórum stíl og þarna bara nefndi ég 2-3 dæmi þetta. En það hefur verið undanfarið og löngu áður en Áslaug Arna kom í ráðundið svona hugmyndur það að háskólinn sé kannski ekki best til þess fallin að móta námsframbúðið, heldur þurfum við að svara þörfum atvinnulífsins, það hefur verið sagt ansi oft á þessu öld og einhver leiti hefur atvinnulífið komið einhver leiti nær svona stjórn háskóla, sér ekki fulltrúar þar inn í háskólaráði eða einhverjum svona nefndum þar. Það er líka annað sem Áslaug Arna gerði núna bara fyrir nokkrum mánuðum að þá var hún með sjóð sem hún veitti styrki til háskólan til svona samstarfs. Þannig það er svona hugmyndur það að sé eitthvað afl fyrir utan háskólana sem eigi að vera hvetjandi fyrir háskólan til þess að rata hérna réttu leið vegna og það, í því felst náttúrulega að háskólanir rati ekki þessa leið án leiðbeiningar. Mér finnst stundum þessar hugmyndir hvað sé atvinnulíf mjög þröngar og að því ég vann nú lengst af við að mennta kennara þá var ég alltaf að velta því fyrir mér hvort að skólar væru atvinnulíf eða ekki og atvinnulífið okkar eru skólar, staðir þar sem að þroskaþjálfar vinna og ýmsir aðrir staðir, það er atvinnulífið sem við erum að tala og við þurfum að vera í samtali við þetta, við þessa vinnustæði eða þessi fagfélög og annað og ég ekki vissum að það sé sama samtal við til dæmis stéttarfélög iðnaðarmanna eins og við samtök atvinnulífsins sem verið að hugsa þeir talaður samvinnu við atvinnulífið en í grundvallaratvinnulífið þá ég ekkert á móti samtalinu við hvaða anga atvinnulífsins sem Ég held að það sé óhugsandi að þróa nám í heilbrigðisvísindum öðruvísin að það sé í samstarfi við Landspítalann og aðrar heilbrigðisstofnanir og eins hjá okkur að við þurfum að hafa einhvern skilning á því hverjir eru þarfi skólana en við höfum náttúrulega líka kannski tekið að okkur eða á okkur að skilja skilja skólakerfið og rannsaka skólakerfið og átt okkur á því hvar eru hugsanlegar þarfir sem ekki hefur verið sinnt
og hlusta þá á það hvað aðrir segja það, og ef stjórnvöld vilja að sé gert eitthvað þá er nú venjulega brugðist við því, sko. Það er líka alls konar símentun í gangi innan háskólan sem háskólanir sjá sem að mætir ýmsum þörfum sem til staðar eru. En þetta ekki orðið svona algengt í rekstri opinberrar þjónustu að svona fjárveitingavaldið að reyna að stýra innum faglegu stofnunum með því að, ég veit ekki bara dæma úr ykkur annari öðru gerir eins og í heilbrigðiskerfinu, sko, því fáið peninga til þess að gera þetta og þá verið að ýta undir það að heilbrigðiskerfið þróist með einhverjum tilteknum hætti, þjóni þessum sjúklingahópi sem að kannski bara pólitískt nauðsynlegt fyrir stjórnmálafólkið að hafa góðan á meðan aðrið þú kannast við þetta. En slík stjórnin í háskólana er ekki hætt við að við séum að fara þá leiðir umlega. En svo aftur á móti farðust háskólanir, ef við tek þá einhver tíma frá í rauninni fjárveitingavaldinu og allir sé ekki 1988 eða 9 sem að ráðherra hætti að ráða lektora við háskólan, heldur háskólins sjálfur og svo aðrir háskólar líka. Þannig að ráðningavaldið fór inn í háskólan og ég held að það sé meiri tilhneiging til þessi rauninni að það sé heildarfjármögnun í þessu augnamiði sem ég kannski verið að halda á lofti að háskólanir eigi að bera ábyrgð á því að móta námið. Nú hafa náttúrulega verið voru stofnaðir fleiri háskólar en það er nú hvað 36 ár síðan háskólinn á Akureyri var stofnaður. Man ekki hvað listaháskólinn er yngri og hann var búinn til að hluta til úr öðrum stofnunum, en hann man ekki ártalið á honum og háskólinn í Reykjavík enn síðar, þannig að það var, já ég misti nú þráðin ég hvað ætlaði að segja þetta, en kannski ég er talað svona mótunar þetta snýst alltaf það hver eigi að móta háskólana og það sömuleyti hljómar þegar Áslaug Arnar að tala, svona óþreyja þess sem að fer með peningavaldið að stofnunin sé ekki að þróast á rétta leið. Og þá er það spurningin hvers svona samfélag viljum við byggja upp, það þannig að fjárveitingavaldi stjórnið í hvernig heilbrigðiskerfið byggist upp og hvernig háskólinn byggist upp, eða höfum við trú á einhverju svona breiðara lýðræðislegu samfélagi, þannig að háskólinn fari með hafi stjórnið uppbyggingu háskólamenntunar og heilbrigðisþjónustu. Það er eins og að séu svona einhver öfl að rekast á þarna. Þetta sé kannski dýpra heldur en bara þróun háskólans, heldur bara svona hugmyndun það hver eigi að stýra samfélaginu. Og hversu langt fram í tíman getum við séð í starfi háskóla eða heilbrigðisþjónustu, og í heilbrigðisþjónustu heyri ég nánast alla sammála að þurfa að leggja meiri áherslu á forvarna heilsugæslu sem að geti hugsanlega komið í veg fyrir þurfi einhver meiri inngrip og komið vekk fyrir einhverja sjúkdóma og tímabili var sjálfstætt embætti fyrir lýðheilsustöð. En ef við bara horfum á þetta innan skólana, hvert er hlutverk háskólana að vera mjög sjálfstæðir, er að hlutverk þeirra bregðast við því sem að stjórnvöld ákveða hverju sinni og þetta tíminn stefnumótanir í háskólan þarf að vera lengri heldur en kjörtímabil, og við búum að alls konar rammalöggjöf, við þurfum á nokkur ára fresta að fara í gegnum sjálfsmat á okkar störfum og koma úttekt-aðilar til þess að í rauninni að reyna að átta sig á því hvort að við höfum staðið með eðlilegum hætti að þessu sjálfsmati og hvort að við höfum reynt að fela eitthvað sem er einhverja veikleika í okkar starfsemi. Og bara man eftir þessum orðum úr síðasta sjálfsmati sem ég tók þátt í, sem var í fyrra, að fá það mat að það væri talið að við værum ekkert að reyna að fela eitthvað sem einhverja veikleika. Það er okkar hagsmunir ef við teljum einhverja veikleika í okkar starfi vera til staðar að reyna að bæta þá, og ég kannast ekkert við annað en að við séum í rauninni stöðugt að því. Ég get alveg viðurkennt að það ekki orðið átök og spenna í kringum það innan háskólana hversu rætt við eigum að breytast. Og þar með þú talar atvinnulífið af því að það kemur þarna úr kannski tilefninu fyrir því að við erum að tala saman. Við skulum bara tala samfélagið og hvernig samfélagið breytist til
þess að vera miklu fjölbreyttara samfélag. Þarna þurfum við þessa 1850 og 2000 kynjafræðinga til dæmis. Hinsegin fræðinga líka, því við höfum verið þó við séum ekki alltaf að stofna heila námsgrein, þá stundum að stofna námsleiðir. Þau var nú að tala hvað hefði verið gert á menntavísindasviði og sálfræðideildir og saman með námslegi hagnýttri atferlisgreiningu, og það gert til þess að mennta fólk til þess að starfa við það að finna út hvað þarf að gera með börnum sem hafa margvíslegar sérþarfir. Þannig að þjóðfélagi er fjölbreytilegra, menningarlega þar fjölbreytilegra, við erum að skilja betur ýmsar sérstakar þarfir sem fólk þarf að mæta hjá börnum í menntun þeirra og innan skólakerfisins. Og háskólinn heyrir þessar kröfur eða óskir allt eins vel eins og ráðuneytið. Já, og auðvitað á að vera samtala um þetta. Og það er ekki þannig að við hlustum ekki já. Ég er bara að velta með hvort það sé togstreita þarna. Þú sagðir að 88 hefði við lögunum verið breytt, þannig að ráðherra hætti þess að skipa. Ég held að vera 88, já. Og kannski eru stjórnmálin eða hluti stjórnmálana óanægð með þróunina sjálfstæði háskólana, vill að stjórnvöld ráði þar meiru. Það hefur komið fram ákveðin óanægja með þróun dómstóla, að þeir séu of sjálfstæðir og að stjórnvöld eigi að hafa meira með að segja hverjir eru skipaði dómar. Þú kannast við þetta, er bara togstreita sem er í samfélaginu. Þannig ég er að velta verið mér hvort að megi að hugsa þetta mál sem þá togstreitu. Þannig að það sé raunverulega birtingamynd af djúpstæðri togstreitu í samfélaginu, eða hvort að megi að taka þetta að skoða sérstaklega háskólana, að háskólanir hafi afvegaleiðst og þurfi leiðsögn háskólaráðuneytisins. Leiðsögn háskólaráðuneytisins, og þegar við erum komin með við nánast sérstakt ráðuneyti sem er reynda líka iðnaðarráðuneyti og nýsköpunar, og ég held að vísindi hafi ratað inn í skammstöðum þess líka, hún sé kvin eða eitthvað þess áttar. En að við skulum þykja leiðsögn allstaðar, en við verum að hafa sjálfstæði til þessi raunin að meta hversu góð svo leiðsögn er, og við skulum ekki, ég ætla ekki að gleyma því að við sem störfum í háskólunum og fengið framgangu í að vera prófessorar, við njótum ákveðna forréttinda til þess að gera hluti, fyrst og fremst hluti sem okkur langar til, þó innanum þá hluti komið viðfangsefni sem okkur kannski líki síður bara eins og í flestri vinnu, þá höfum við ákveðin forréttindi líka sem við eigum að nota til hagsbóta, ekki bara fyrir sjálf okkur, heldur líka samfélagið í kringum okkur. Ég ætla að leyfa mér að segja þau sem minna mega sín, ef má vera svo hátíðlegur hér á rauðaborðinu. Það er hugmyndir á bakvið þetta, háskólaprófessorar hafi þetta frelsi, að þeir séu geti tjáð sig opinberlega, geti valið sér viðfangsefni, geti tekið þátt í að móta samfélagið, alveg sama hátt og við viljum að dómarar séu vendaðir, að þeir séu ekki undir hælnum á Erdogan hverju sinni. Og við sjáum þessa þróun sem ég er að reyna að velta fyrir mig hvort að þetta sé lítill vísir á því. Við sjáum svona þróun víða í heiminum þar sem að stjórnmálaaflið er að vill hafa meiri stjórn á stofnunum samfélagsins, meðal annars háskólum og dómstólum. Kolleegi minn Geir Sigurðsson lagði til í grein í gær einhverjum fjölmiðli að hugvísindasviðið yrði lagt niður. Ég veit að vísu ekki hversu mikið sparast við það, því að ef það er svona ódýrt að mennta fólk á hugvísindasviði, þá sparast vantanlega ekki nóg. Þetta var nú næst fjölmennasta nemendasvið háskólans og eftir félagsvísindasviði eftir hrunið, en svo var tölur eitthvað breyst í dag og fólk, af því að fólk hefur í grundvallaratnum fengið að velja það sem það vill. Já, herðu, eitt sem að því að Áslaug gagnrýnir háskólana, bendir á veikastöðu þeirra, að við skröpum botnin, segir hún, í samanburði við Norðurlöndin, og hún tekur líka annað sem er veik staða karla í námi, hvað er svo fáir karlar sem að sækja háskólanum. Er þetta rétt hjá henni? Já, það er rétt hjá henni að það eru færri karlar, og ég skoðaði tölur sem BHM lét taka saman að það eru 31% karla á aldrinum 25-34 ára, með minnir að tala sig 48% fyrir konur. Þetta er sami munur, bara hærri tölur á Norðurlöndunum, og að það getur vel verið að hún fái fleiri karla, hún styrkir greinar sem að líklega karlar sæki í dag. Þannig að ég myndi ekki endilega halda, ef við metum háskólanum út frá því hvað laun þú farð að námi loknu, þá staða karla ekki veik, en það vil nú þannig til að ég vil ekki endilega meta
sko árangurinn af háskólum og háskólanámi út frá sko launakjörunum engungu heldur út frá ánægju eða starfsánægju að námi loknu, ég vil nú gera það líka, þannig að svona vara svolítið við sko horfa engungu á persónulega arðsemi eða sko arðsemi í peningum af háskólanámi heldur í rauninni kannski mikilvægi þess að fjölbreytnin sé mikil og háskólarnir hafi þá líka sveirum til þess að bregðast við ýmsum þörfum, ekki bara sko atvinnuþörfum, heldur líka menningarlegum þörfum og aðstæðum í samfélaginu eins og til dæmis bara það að hugvísindasviði núna byrjað með nám í pólsku, ég reikna með að það hafi verið fullkomlega tímabært. En þetta segja það að munurinn á milli kynjanna hér sé bara svipar og erlendis. Hann er svipar á Norðurlöndunum en hann er á Norðurlöndunum virðist að vera eitthvað meiri heldur en hjá OECD í heild þar sem hann er samt til staðar. Þannig að ég treysti mér ekki til að gera mjög mikið úr þessu en ég starfa á sviði þar sem eru miklu færri karlar í námi, hvort sem það er kennaranámi eða uppelds- og menntunarfræði þar sem ég kenni núna eða þroskaþjálfafræði, þannig að við þykjum alveg að komi fleiri karlar inn í þetta nám en við stjórnum því ekki rosalega mikið hvað fólk velur eða hvað karlarnir velja eða hvað stúlkurnar velja og eins og staðan er að þá vantar, við opnum ekki blöð öðruvísin að sjá að það vanti leikskólafólk til þess að vinna í skólunum sem á að byggja eða opna til þess að taka við börnum að fæðingarorlofinu loknu og þá þýðir ekkert að horfa bara á það að vanti karlaðanga, það verður aðeins fjölgað upp í 8,1% þeim karlmönnum sem vinna með börnum í leikskólum úr miklu færri prósentum. En ef þú vilt fjölga körlum í háskólanámi að þá er betra að efla háskólana bara almennt, að þá myndu þeir hækka en líka konurnar ef þetta verið svipað á Norðurlöndunum, ef við getum fært þetta yfir á Norðurlöndin, að það sé kannski auðveldari leið er að fjölga körlunum úr 31% upp í 38% eins og Norðurlöndunum, cirka, en þá lyftur náttúrulega öllum í leiðinni. Já, ég myndi nú vilja frekar fara þannig að en ég myndi líka vilja skoða í þessu samhengi hvort að einhverjir af þessum hópi eftir að ljúka háskólanámi síðar og hvort að það eru þá jafnvel frekar konur en karlar, ég veit ekki það og líka skoða hvort að það er til sá möguleikast til eitthvað framhaldsnám sem að snertir iðngreinarnar sem að telst ekki til háskólanáms í dag eins og meistaranám iðngreina það er svona verið að horfa á það hvort að það er, mér skilst að sé verið að horfa á það þannig að það sé eins og jafngildi fyrsta árs í háskóla en það er ekki háskóladiplóma í dag eins og ef iðnmeistari fer í kennaranám þá líkur iðnmeistari kennaraprófi á einu ári að lokinni iðnmeistara að loknu meistaraprófi inn. Herðu, hérna erum við ekki búin að fara ágætlega yfir þetta, Ingólfur? Já, þú ræður því, þú verður ákveða það. Þetta er mál sem að ég held að við þurfum að ræða svolítið meira. Þetta eru svona kröfur sem hafa verið á háskólan sem hafa verið áberandi undanfarinn ár. Maður heyrir meira, ég held þetta eins og samtöku atvinnulífsins séu með mentasvið, það sem að Þorgerður Katrín starfaði nú á tímabili. Já. Þaðan voru mótaðar hugmyndur styttingu framhaldsskólans og eitthvað fleira, þótt að það hafi verið til í samfélaginu, en þá lagði samtöku atvinnulífsins mikla áherslu á það. Þannig að samtöku atvinnulífsins hefur miklar stefnur uppi þróun háskóla. Já. Vonandi þá líka að þrýsta á stjórnvöldum það að þurfi að fjármagna háskólana vegna þess að þeir eru vanfjármagnaðir í þessu alþjóðlega samhengi. Ég held að það sé nú bara tiltölulega skýr staðreind að svo sé og meðan kannski er miklu erfiðara fyrir alla háskólunum einhver ný verkefni, einhvern stundum fylgja peningar einhverjum nýjum afmörkuðum verkefnum til háskólana en svo fylgja þeir kannski ekki lengur. Þú nefndir áðan að háskólaprófessorar og háskólinn þyrfti að starfa fyrir samfélagið og ekki síst þá sem að veika standa og þurfa mestanstuðning. Finnst þér Háskóli Íslands standa sig vel í því? Ég rekna með að við getum staðið okkur ennþá betur í því efni að vinna rannsóknir og rannsóknarniðurstöður en við vinnum rannsóknir og rannsóknarniðurstöður og þær eru ekki unnar í verkfræðinni, það er niðurstöður, það er unnin allt önnur gagleg vinna í verkfræði heldur en þessi vinna, hún er unnin í félagsvísindum, hugvísindum og mentavísindum, þessi vinna að skoða aðstæður í samfélaginu
fyrir öll kyn og fyrir sko, hvað maður að segja, sko, fyrir, já, þá sem minna mega síni, þá sem að sko standa hallari fæti af ýmsum ástæðum. Þessar rannsóknir eru unnar hér og þar í háskólanum og þær gætu skadast af því að draga úr fjárveitingum til hugmenta og félagsvísinda. Já, við fáum oft fólk sem hefur stundar svona rannsóknir hingað til að segja okkur frá því hvernig samfélagið Já. Og að því að við erum að tala svolítið áhrif ráðuneytisins á háskólana. Stundum velti maður því fyrir sér þegar maður er að tala við fólk sem er að greina samfélagið og flera. Þá velti maður fyrir þessi hvort að sko þær rannsóknarniðurstöður hafi raunverulega áhrif á pólitíkina. Stundum finnst manni eins og pólitíkin sé byggð á svona samfélagshugmyndum sem eru eldri, í talanum ekki svona hugmyndur stöðu samfélagsins og Íslendinga í samfélaginu og annað slíkt. Hvað finnst þér það? Finnst þér háskólinn hafa nóg mikil áhrif á bara umræðuna og stjórnmálin og stjórnmáld? Ég held að við höfum tilhneigingu til þess að sko að vona það að við höfum langtíma áhrif með rannsóknum sem að sko byggja upp þekkingargrunn frekar en það að við séum að hafa áhrif á ákvarðanir einstakra ráðherra. Veit ekki hvort við geti tekið þarna fötlunarfræði sem dæmi sem einn grein sem kom upp í HÍ upp úr aldamótunum og hluti af fötlunarfræðunum stundaður innan þroskaþjálfafræði og annar greina í deildinni hjá mér og þetta gefur mikilvægan þekkingargrunn. En og það getur vel verið að sé dæmi það að einstakar rannsóknarniðurstöður hafa haft áhrif á einstakar ákvarðanir ráðherra. Þannig að sko stjórnmálamenn þurfa líka mínum að horfa á hlutin í samhengi og ekki endilega hlaupa til þó ég komi uppfullur sem háskólaprófessor og segi ég fann þetta út. Þá finnst mér stjórnmálamaður að þurfa að hafa aðeins meiri yfirvegun og ráðgjafa og hlusta aðeins á það með gagnrýni þó að ég sé svona uppfullur af þessu. Til að geta það þá þarf hann að soga til sín allar þessa þekkingu til þess að... Já, og verður þetta tilbúin til þess að hlusta á hlutina sem eru sumir þægilegir og sumir bara mjög óþægilegir og það ýmislegt sem þarf að laga og breyta og það eru ýmislegt sem verið að reyna að laga og breyta og það búið til dæmis að við vorum að tala kynjafræðina að það er búið að breyta ýmsu í löggjöf á því sviði og sumt mætti ganga lengra en annað er allavega skýrar framfærir. Já, við hefur haft stórkostlega áhrif kynjafræðin. Herðu Ingólfur, takk fyrir að koma hérna og ræða menntastefnu og háskólan. Og við ætlum að snúa okkur að næsta máli eftir augnablik. Takk.